Við hittum Má Gunnarsson, ólympíufara og sundkappa og heyrum sögur frá Japan. Og Már var líka að fá hann Max, en það leiðsöguhundur. Komum með okkur til Más, við ætlum að byrja þáttinn þar. I did it my way. Jæja Már, þetta aldeilis búið að vera stuð á þér síðustu vikurnar og á þessu ári bara. Það ekki hægt að segja annað. En mér langar kannski að spyrja þér svona fyrst, þú varst búin að stefna því svo mikið að komast á ólympíuleika og draumurinn rættist og hvað situr svona eftir þú ert komin heim eftir þessa ferð? Ég auðvitað bara ennþá pínlítið að átta mig á því að þetta skuli vera búið eins og þú talar að þá þetta búið að vera í kortunum í svo rosalega langan tíma og síðan auðvitað átti maður að fara í fyrra og síðan var bara nei, það 1 ári viðbót. Þannig að það búið að ganga á ýmsu, má segja, undanfarin 3 ár en það sem situr náttúrulega eftir það bara að hafa klárað þetta og ég rosalega stoltur að því vegna þess að það var ekkert víst að mér hefði tekist það sko. Það var oftar en einu sinni og oftar en 2, 3 sem að maður næstuði bara gugnaður á þessu en ég feginn að það gerist ekki. Já, stóra markmiðið var að komast út og algjörlega. Var ekki næsta markmið að ná kannski ykkur á þokkalegum árangri og varstu með eitthvað sérstök markmið í því? Ég náttúrulega horfði á það að reyna að ná verðlaunum í 100 metra baksundi sem að ég átti alveg gríðarlega góðar líkur á og eins og við sjáum að ég var þarna sekúndu frá gullverðlaunum í 100 metra baksundi og endaði 50. Þetta var algjört grísadæmi. Mjög jöfn keppni. Mjög jöfn keppni en ég kem samt heim með Íslandsmet og það ekki sjálfgefið að fara á stóra svið og bæta sig sem ég samt gerði þannig að ég get ekki kvartað. Þannig að var samkeppnin harðari en þú átti von á eða eru alltaf að koma fleiri Já, það gerist. Fjölmenn? Já, algjörlega, það gerist líka sko að það náttúrulega, þetta sport alltaf að stækka en ég bjóð svo sem, ég vissi alveg að þetta yrði tæpt. Það var alveg borðleggjandi. Já. En nú varstu ansi lengi þarna úti? Þetta voru 3 vikur. Já. Og mjög langt ferðalag. Já. Maður fer ekki til Tókíó yfir í svona helgafrí, því get ég lofað þér. Já. Hvernig var ferðin? Hvernig upplifir þið svona, maður oft smá tíma að melta hlutina og þetta náttúrulega svaka mikið dæmi hjá þér. Hvernig þetta að koma upp í hausinn á þér núna, þú veist? Hvernig upplifir þetta? Þetta var náttúrulega, eins og segir, rosalega langt ferðalag en gott veður allan tíman. Maturinn var ekkert sérstakur. COVID auðvitað setur svaka strik í reikninginn. Það voru svona skrilljónreglur. Það sem mátti og mátti ekki gera. Maður var hitamældur nokkuð sinnum á dag. COVID-test á hverjum degi, grímur út út, þannig að það var alltaf svona lýjandi. En mér leiddist aldrei á þessum 3 vikum og þetta án efa skemmtilegasta keppnisferð sem ég hef farið í. Var margt sem kom þér á óvart? Já, alveg frekar sko. Japanir eru rosalega sniðugir að rosalega mörgu leyti. Þeir eru með svona fullt af litlum svona sniðugum lausnum á hinu og þessu sko. Og eins og ég var mikið að sýna á svona mínum samfélagsmiðlum hvað svona var að gerast þarna og hvaða svona undratæki maður rakst á eins og augnspúlarinn eða sjálfsspúlandi klósettinn eða sjálfsalarnir þar sem maður þurfti ekki að borga og það var fullt af svona skemmtilegum hlutum þarna. Já. Það má segja að Ólympíuþorpið sé ímynd ákveðins himnaríkis þar sem að þú getur fengið hvað sem þú vilt á hvaða tíma sólarhringsins sem og allt frítt. Maður með bara þennan litla kubb hérna og eins og hérna við þennan sólsala ætla ég að fá mér Aquarius. Ég bóka vöruna, finn síðan Anna. Þarna erum við. Hvernig spennustigið? Þú ert að fara þarna og jú, það eitt að komast á leikana og svo smá spenna að þið langar að ná góðum árangri. Var það að hafa, hvernig var andlega hliðin?
Ég ætla að segja kannski að einn minn svona helsti galli kannski sem svona íþróttamaður er að ég verði alveg rosalega stressaður fyrir að synda. Ég ætla að verða miklu meira stressaður fyrir því að synda 100 metra baksund heldur en til dæmis að spila fyrir fram að 16.000 manns og einhverja 40 milljónir í sjónvarpi. Músík þarf að segja. Það sem er dálítið fyndið að bera saman sko. En þarna var ég að vísu bara mjög góður varðandi spennustigið sko. Ég var búinn að vinna í því á undan að verða ekki stressaður. Þannig að ég var bara mjög lítið stressaður. Þínir menn voru þarna, þitt fólk var með þér, pabbiðinn var með þér og Steindór þjálfari. Algjörlega. Og þannig að þú ert með allt þitt besta fólk með þér þarna. Og það skiptir máli sko. Maður finnur alveg mun á því til þess eins og hafa yfirþjálfara með eða til dæmis að vera í landsliðsverkefnum þar sem að yfirþjálfari er ekki með. Vegna þess að það er svo margt sem við erum að skoða í uppbytunum og á æfingum bara svona ok, er ég að gera þetta rétt, er ég að gera þetta rétt. Þannig að það er bara æðislegt. Já, og þú talar mataræði, það er nú eitt, íþróttafólk er alltaf að pæla í mataræðinu og hvernig það næra sig og hafa orkustigið gott og allt þetta. Hvernig var það meiri áskorun heldur en áttu von á eða? Sko þarna var svona food court eða eitthvað svona matarhöll þar sem voru svona 10-12 veitingastæðir og þú gast farið þangað bara á hvaða tíma á sólarhringsins sem er og fengið bara eins mikið að borða og þig langar til. En gallinn við þetta samt var að þetta var ekkert rosalega svona vel eldað. Þetta var, pínu svona mötuneytislegt, þetta var of lengi, þetta var of þurrt, lítið bragð af þessu en aftur á móti út af því að þetta voru svo margir staðir, ef þú fékkst eitthvað vont þá gastu bara farið og fundið eitthvað sem var skárra. Þannig að það var svo sem ágætt en ég var mjög feginn síðan þegar maður kom út á flugvöll og fékk góða nautasteik með piparsósu. Það er uppáhaldið þitt? Já, það er uppáhaldið mitt. Ég elska nautasteik með piparsósu. Já. Allir upp á Marriott og pröfa. Já. Góðan dag gott fólk. Í dag rignir hárum yfir höfuðborg Japans en eins og þið sjáið þá er ég staddur hér út á svölum í rómantík með sjálfum mér að raka mig en það er eitthvað sem allir sundmenn gera fyrir keppni og það má segja að þetta sé svolítið eins og helgiathöfn sundmanna fyrir keppnir en þetta er ekki gert í þeim tilgangi að líta betur út þrátt fyrir auðvitað fyrir þá einstaklinga sem fíla það, þá er það bara bónus. En þetta er gert til þess að minnka alla mótstöðu við vatnið og maður verður mun straumlínulaðari og rennur betur og klífur vatnið betur þegar það eru ekki einhver leiðinda hár til að færast fyrir. Eigið góðan dag. En svo ertu komin heim og Ég er varla ennþá komin heim sko, ég er svona, það er annar fóturinn á hinum við nettinum ennþá einhvers staðar. Já. Hver er staðan á þér svona sem íþróttamanni og tónlistarmanni? Ertu að fara að skila sundskýlunni eða ertu að fara að taka bara tónlistinni yfir? Núna er ég náttúrulega bara í smá fríi úr sundinu. Það melta þetta? Algjörlega, ég er að melta þetta. Og ég er byrjaður í tónlistarskóla í Reykjavík. Þannig að núna er ég að setja aðeins áherslu á músík og síðan kemur bara í ljós hvað ég gerir varðandi sportið. Ég veit að mér eru allir vegir færir í bæði músík og sundi og stutt auðvitað í París 2024 en þá er það bara pæling hvort ég sé tilbúinn í annan svona pakka eins og þetta og næsta Ólympíumót verður 2024? Já, í París sko, þannig að það eru 3 ár í það sem er náttúrulega frekar stuttur tími en þetta er samt langur tími líka sko 3 ár eru 3 ár Þannig að það er bara akkurat eitthvað sem ég þarf að spá. Er ég tilbúinn í þetta aftur? Og ef svo er þá held ég að eins og ég bý að rosalega mörgu góðu. Ég er með frábært bakland. Ég gæti ekki hugsað mér betri styrktaraðila. Ég er rosalega vel sponsoraður af fyrirtækjunum í kringum mig. Þannig að það er allt hægt í þessu. En eins og ég segi, það er bara pælingin. Er ég tilbúinn í þetta aftur og Þetta er hörku vinna að vera afreksíþróttamaður. Mikið meira heldur en fólk gerir sér grein fyrir. Já. En ég veit allavega að ef ég geri þetta þá myndi maður alltaf gera þetta á svona fullum huga
En síðan náttúrulega kæmi til greina líka að einbeita sér bara að baksendinu og gera það vel. En svona tónlistinni, hvað framundan í tónlist? Ég verð með tónleika í Njarðvíkurkirkju núna í lok október og við erum að skipuleggja það. Vorið komið á stjá, fuglasöngur og baldursbrá. Ljúft að vera til, sólin brúar öll bil. Náttúran rankar við sér og rökkrið í burtu fer. Þetta sem svart og hvítt, sálina fær vorið þýtt. Af þér virðist paradís, voreyja sem kennd við ís. Betri en Flórít og Kanarí vort ástkæra heimaland. Af því hér logar nóttin skær, skín bjartar en í gær. Dimmur vetur hverfur á braut, þó að langt sé skammdegið, fær vorið ætlegið, að vor og sumar komi hratt, það satt. Já, það gæla við Eurovision. Ég er að gæla við Eurovision. Ég ætla að senda lag inn í Eurovision í ár og það auðvitað hefur verið svona frá því að ég man eftir mér einn minn helsti draumur að komast inn í Eurovision og fá að vera með. En síðan líka margt annað að gerast. Ég að taka upp músík með symfóníuhljómsveit í Pólandi. Ég að fara að halda tónleika í Njarðvíkurkirkju núna í október. Við Ívar að fara að gefa út lag. Við Ísold að vinna í músík. Ég að æfa mér á píanó heldur en ég verið að gera hingað til og þannig að ég að reyna að þróa mig bara lengra sem tónlistarmann. En svona, já, nýjir skemmtilegir hlutir að gerast hjá þér og það er gaman að fylgjast með þér og við sem vorum að fylgjast náttúrulega með þér á samfélagsmiðlum hafðum gaman að ýmsu sem varst að sprikla með. En nú ertu komið með nýjan gest á heimilið. Heldur betur. Hvað? Þessi svarti fallegi hundur hérna? Já, það er kallað hann. Og hvað heitir hann? Max? Max, kom Max. Já, hei, ég veit ekkert hvort hann sjáist hérna, en þetta er hann Max og er sænskur leiðsöguhundur sem er kominn til að fara með mér út allt og við erum akkurat bara í svona samþjálfun núna og við erum þá að læra inn á hvern annan og hann er að kynnast mér, ég er að kynnast honum og þetta er bara æðislegt sko. Já. Hvað getur þú sagt okkur um það? Hvað getur sagt? Hvaða breyting er þetta fyrir þig? Leiðsöguhundur gegnir náttúrulega því hlutverki að fara með eiganda sínum örugglega á milli staða, láta vita af öllum hlutum eins og staurum, fara fram hjá staurum, fara fram hjá öllum hlutum sem eru í vegi. Þeir þekkja gönguleiðir, þekkja mínar svona helstu leiðir sem ég er að fara, heiman upp í sund, heiman upp í skóla, bla bla bla. Þannig að það er rosalega, þetta er rauninni, hann gerir pínu allt sko. Hann er svona, hvað getur við sagt, hann er miklu betur en blindrastafurinn, skilur við. Algjörlega, blindrastafurinn er auðvitað algjört svona töfratæki og ég er mjög góður að nota hann. Eflaust enginn á Íslandi jafn góður að nota hann og ég. en hann er ekki fullkominn. Þannig að er Max að hjálpa þér að gera hluti sem að þú varst ekki geta gert áður einn eins og maður segir? Algjörlega sko, ég náttúrulega sé ekki ef ég er að labba á staur sko, en hann sér það. Og alls konar, sko það sem ég er kannski svona vestur í það er að það er ofta eitthvað svona óvænt sem kemur upp á leiðinni sko, bíll sem má ekki að vera þarna eða búið að grafa skurð þarna eða eitthvað og hann er rosalega góður í því að takast á við hið óvænta. Auk þess auðvitað líka að þegar ég er að labba þá er ég náttúrulega pínu svona in control en aftur á móti þegar hann er að gæta mig áfram þá get ég bara treyst því að
hann labbi með mig. Þá er hann í svolítið með stjórnina. Já, í rauninni sko, hann í rauninni bara leiðir mig og ég segi honum og hann spyrir mig bara ok, vilju fara hérna vinstri hægri? Þannig að ég bara ok, ég bend honum hægri eða vinstri. Tógar þú þá til hægri eða? Nei, ég bend honum bara. Já. Ég bend honum og segi bara hægri eða vinstri. Ok. Þannig að hann skilur það alveg sko. Líka út af því að stafurinn í dag er ekki nógu áberandi því miður. Vegna þess að fólk er oft að flýta sér, fólk er að labba í símanum en Max sveigir fram hjá fólki og eitthvað svona. Þannig að þetta er geggjað sko. Hann líka finnur tröppur, finnur innganga inn og út úr húsum og hérna. Þannig að ertu búinn að vera að bíða eftir þessum hundi í langa tíma? Að klárlega alveg hvað ég sótti fyrir 1,5 ári síðan eitthvað þess. En þetta tekur tíma og þetta tekur langt tíma að þjálfa svona dýr. Já. En frá því að hann fæðist er þetta 2 ára ströng þjálfun og hann er komið til mín núna, hann er 9 ára 2 ára. Hann er 9 ára 2 ára? Já. En þú þarft að kenna honum íslensku, þegar ekki? Sko, ég akkurat tala við hann sænsku, sko, en eða það er að segja, sko, lykilorðin tala ég svona sænsku, en auðvitað þegar við erum bara að spjalla eða þegar ég er að spjalla við hann, þá er ég ekkert eitthvað, hérna, jättebra Max, vad säger du? Ég veit ekki, ég tala bara við hann sænsku, sko. En auðvitað, allar svona skipanir eru á sænsku. En ég á að geta breytt því yfir í íslensku, en ég veit ekki, mér finnst alveg sænska cool líka. Já. Er ekki gaman að vera að fá, hvað maður segja, nýjan félaga? Algjörlega, ég meina þetta er, sko, auðvitað fyrst og fremst er þetta hjálpartæki, en þetta er náttúrulega bara frábær hundur og skemmtilegur karakter sem er góður vinur, sem er frábær aukaverkun. Þannig að, hvað getur þú sagt, er framtíðin björt hjá Má, þú veist, ertu Ég er hvergi nærri hættur, sko. Já. Ég er hérna, það er alltaf að gerast. Já. Músík og hérna, ég er að fara núna í vikunni að hitta 7. bekk í grunnskóla í bænum. Fara að spjalla við hérna, krakka daginn og veginn og eitthvað svona. Vonandi getur maður gert eitthvað meira af því líka. Hvernig gerist það? Af hverju er verið að biðja það? Það voru einhverjir krakkar sem að sá mig á TikTok og töluðu það við umsjónarkennara hvað væri nú gaman að fá mig í heimsókn og þau höfðu bara samband með mig og að sjálfsögðu mæti ég. Eða ekki? Geggjað. Hérna, við erum bara heima. Bye. Bye. Andskoti beislið. Call my father. Eru símarnir í dag sem við erum að nota svona mikið, er þetta gott tæki fyrir þig? Þetta er mitt svona helsta vinnutæki, sko. Ég nota allt. Ég sendi tölvupóstana mína, ég tala við fólk á netinu, Facebook, Messenger, Instagram, TikTok, auðvitað Spotify, YouTube, allt þetta dótar í, sko. Ég nota þetta endalaust, sko. Já. Þetta er mér gulls í gildi þessi sími, sko. Já. Syngið þið